Góðan daginn. Þetta fyrsti fyrirlesturinn heimildir og fjallar uppsetningu og röð heimilda í heimildaskrá. Það mjög ákveðin leið eða háttur sem við förum þegar við setjum upp heimildaskrána og það má ekkert bregða út frá því. Við notum það sem heitir APA heimildaskrá og það heitir eftir American Psychological Association sem kemur hérna, sjáu þið, þetta hér. Þetta sem sagt APA. Þetta bara nafnið á heimilda aðferðinni sem við erum að nota. Og þessi aðferð notuð meðal annars í félagsvísindum, menntunarfræði og fleiri greinum og þar undir eru meðal annars sálfræði, uppeldisfræði, félagsfræði, mannfræði og fleiri slíka greinar. APA 7 aðferðin sem við erum að nota í dag og það sem APA 7 þýðir eða stendur fyrir að þetta 7. útgáfan af þessum APA heimildum og við notum APA 7 nema annað sé tekið fram. Ef það á að nota til dæmis innbyggðu heimildaskrána í Word, þá það stillt á APA 6 og ég ráðlegg ykkur ekki að nota það nema þessi orðin það flink í heimildum að þið viti hvað þið þurfið að laga. Þið getið ekki skila ritgerð með APA 6 nema að kennari leyfi það og ég held að þeir leyfi það almennt ekki í dag. Heimildum alltaf raðað í stafrófsröð og það raðað eftir fyrsta nafni höfundar. Ef þetta íslensku nafni höfundur, þá það eftir fornafninu, eins og ef það væri ég, þá var það Anna Kristín Halldórsdóttir. Ef þetta erlendur höfundur, þá eftir eftirnafni og fyrsta staf fornams, þá væri það Halldórsdóttir A eða AK. Ef sami höfundur á fleiri en eina heimild, þá raðast þær í tímaröð og elsta verki fyrst. Ef ég ætti 2 eða 3 verk í þessari heimildaskrá sem við erum að nota, þá kemur það Anna Kristín 2006, Anna Kristín 2010, Anna Kristín 2023. Elsta verkið alltaf fyrst. Ef sami höfundur á fleiri en eina heimild frá sama ári þá raðast þær eftir stafrófsröð titils og eru þá aðgreindar með A, B og C. Og þetta á líka við vefsíður og það þarf alltaf að vera á hreinu hvaðan heimildin er. Þannig ef ég að nota heimildir sem að koma frá ákveðinu vefsíðum og það margar undirsíður. Það ein yfir síða sem að ég nota í heimildaskrána að þá verði ég að taka fram á hvaða síðu þetta hefur komið fram. Og þá merki það sem A, B eða C, 2006A, 2006B, 2006C og svo framvegis. Ef það eru fleiri en einn höfundur, þá eru heimildir sem að höfundur semur einn. Það koma alltaf undan heimildum sem að semur með öðrum. Þannig að ég með þessa heimild sem bara á mínu nafni, Anna Kristín Halldórs, síðan ég með heimild sem ég með Jónu Jóns og þá kemur Anna Kristín Halldórs og Jóna Jónsdóttir þar á eftir. Ef við værum með fleiri höfundar þá kemur þeir í stafrófsröð. Ef sömu höfundar 2 eða fleiri eiga fleiri en eina heimild saman þá kemur elsta verki fyrst og hin í tímaröðum á eftir. Nákvæmlega eins og það ef það einn höfundur með mörg verk þá koma þau í tímaröð. Ef sömu höfundar 2 eða fleiri eiga fleiri en eina heimild þá ræður stafrófsröð titilsins. Þá förum við yfir í stafrófsröðun á titlinum. Ef þetta allt á sama árinu, ég með 3 heimildir sem allar frá árinu 2010, þá raða ég þeim í stafrófsröðinu eftir heimildinni. Við stafrófsröð titla þá ekki tekið mið á greini, í erlendum heitum, hvorki ákveðnum né óákveðnum. Sem sagt ef það A, an eða því fyrir framann og norðmálum en eða den, þá það ekki stafrófsröðin. Þannig að ef við lítum bara á bækurnar sem eru hér, eins og þessa, Nursing Care of Child, ef þetta væri, það stæði The Nursing Care of Child, þá myndi ég samt fara eftir enninu, þó það standi The Nursing. Það bara greinirinn. Þannig það ekki það sem ræður stafrófsröðinni. Það titillinn sjálfur. Útlitið á heimildaskráni líka mjög ákveðið. Það alltaf á sér blaðsíðu aftast í skjali. Hver einasta heimild sett upp með fyrstu línu hangandi. Við gerum það með því að fara inn í paragraf í Word, veljum special, þar merkjum við henging og veljum hvað inndrátturinn á að vera stór, hvað ég vil hafa línundan langt inn. Það sjálfgefið eitthvað val og ég hef yfirleitt notað það en það að sjálfsögðu hægt að breyta því. Það aldrei auka línubil á milli heimilda. En það hins vegar auki línubil á milli. Henging, sem skipunin henging á alltaf að ráða útlitinu.
þá alls ekki að tölusetja eða númera heimildir. Þær eru í stafrófsröð, ekki númeraröð. Heimildir eiga aldrei verið töflu og heimildir eiga helst ekki vera stiltar á fulljöfnun eða justify og þetta bara útlitslegt vegna þess að ef það gert að þá teygir hún orðin yfir í eina línu og þá koma þá bil á milli sem eru ekki falleg. Svissa hérna aðeins yfir í eina heimildaskrá sem að þannig við getum séð hvernig þetta lítur út. Að hér erum við með heimildaskrá og hún í stafrófsröð eins og sjáið Bauer M, Conroy E og Pess J. Hér eru 3 höfundar. Við erum með Calhoun S, Conner E, Miller M og Messina N. Þið sjáu, þetta í stafrófsröð eftir að því þetta erlendur höfundur að þá það eftir eftirnafni og fyrsti stafur úr nafninu hjá viðkomandi. Í þessu fyrirlestri ætla ég ekki að fara yfir hvernig þetta sett upp, þetta bara hvernig útlitið og þið sjáið að hér þetta henging, þannig að fyrsta línan kemur hérna út og hinar koma allar hérna beint undir. Það aldrei sett enter inn í miðju, ef ég set enter hér þá ég búin að rjúfa skipuninu og þá komin önnur heimild, þannig að hún myndi þá fara í fyrstu línuna hingað. Þannig að þið notið alltaf henging og það á að stjórna því hvernig þetta lítur út. Ég að spá hvort það ekki eitthvað hérna íslenskt, jú hérna erum við með íslenskt og þá erum við með Jarð, til dæmis, við erum komin hérna verið háið, Jarðþrúður Þórhallsdóttir og alveg svo áður þá hér, sjáu þið, stilt á henging og það það sem ræður. Þá skulum við vinda okkur bara yfir í næsta.